sæl. Nú komið að bæjarstjórnarfundi Hveragerðisbæjar númer 564. Hann haldinn í fundarsal Breiðumörk 20, fimmtudaginn 25. maí 2023 klukkan 17. Fundinn sitja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Alda Pálsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Geir Sveinsson og Ragnheiður Brynjólfsdóttir. Fundargerð ritar Ragnheiður Brynjólfsdóttir, þjónustufulltrúi. Og nú kanna ég bara, eru einhverjar athugasemdir við fundarboðið? Það eru ekki og þá bara göngum við til formlegra dagskrár. Og liður 1 hérna á dagskrá fundarins liður 1 í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 2. maí sem eitthvað örlítið fyrirfórst hjá okkur á síðasta fundi. Og ég ætla að lesa hérna. Fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 2. maí 2023 var afgreidd á fundi bæjarstjórnar þann 11. maí 2023. Ekki var rétt bókun vegna afgreiðslu liðar 1 og hann því afgreiddur hér aftur. Mér langar bara að biðjast afsökunar á þessum mistökum og við lögum þetta nú. En það að sjálfsögðu orðið laust þennan lið. Já, gjörðu svo vel Valda. Mér langar bara að athuga, ég hafði ekki gert mig grein fyrir hverjar breytingarnar væru. Ef hún verður til að fara bara kannski yfir með okkur, svo við áttum í brós. Skal gera það. Takk fyrir þetta. Já, eins og kom fram í bókun skipulags- og mannvirkjanefndar, þá hérna, ég ætla bara að lesa það úr fundargerðinni þeirra, Þórsmörk 3, grenndarkynning. Lögð fram umsókn skipulagsfulltrúa vegna athugasemdar, vegna grenndarkynntrar umsóknar byggingarleyfi Þórsmerkur 3. Á fundi bæjarstjórnar 9. mars 2023 var samþykkt að grenndarkynna umsókn byggingarleyfi fyrir Þórsmörk 3. Grenndarkynnt breyting felst í breytingu frá samþykktum aðalteikningum en nú sótt að hækka mælisæði 0,45 metra og vegghæð 1,1 metra. Tilgangur umsóknar að nýta efri hæð betur, ekki aðra breytingar að ræða. Það sem og svo kemur hérna skýring frá afgreiðsla nefndarinnar svohljóðandi: nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja grenndarkynnt áform byggingarleyfi. En við snérum þessu við tölum þetta eins og þetta væri ekki nú þegar búið að fara í grenndarkynningu. Þannig að við rauninni bara að leiðrétta þetta og bóka í samræmi við það sem nefndin leggur til að við gerum. Nú eru fleiri sem vilja tjá sig þennan lið. Og þá legg ég til að það lagt til við að bæjarstjórn samþykki grenndarkynnt áform byggingarleyfi. Þeir sem samþykki það gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Nú þá það liður 2, fundargerð atvinnumálanefndar frá 19. apríl 2023. Orðið laust þennan lið. Nú þannig í þessari fundargerð segir frá stefnumótun Hveragerðisbæjar. Það sem sagt málið á dagskrá. Það var stefnumótun KPMG fyrir Hveragerðisbæjar og kynningafund þess efnis fyrir atvinnulíf Hveragerðisbæjar. Þessi fundur var 27. apríl og þar tóku fulltrúar sem hafði áhuga að mæta þennan fund úr atvinnulífinu sátu þessa kynningu og þá það búið að taka þátt í nokkurs konar sóðgreiningu og þetta var bara fínastu fundur og gaman að fá innlegg frá atvinnulífinu og það sem hefur verið mikilvægt í svona stefnumótun allavega svo ég tali fyrir mitt leyti að fá mismunandi skoðanir og bara raddir sem flestra inn í þá leið sem við viljum fara. Af því að auðvitað með varðandi svona stefnu þá betra að fá að við séum svona öll að ganga í sömu áttu eða svona. Auðvitað að fá svona samhljóm. Og þetta var náttúrulega eins og við þekkjum orðið, þessi stefnumótun var fyrst náttúrulega kynnt fyrir bæjarfulltrúum og stjórnendum stofnana. Þar var svona workshop eða vinnufundur í upphafi. Það var núna, upphaf árs og svo höfum við verið með íbúakosningu eða könnun og svo var núna í vikunni kynningafundur og svona vinnufundur fyrir íbúa.
Já, þannig að þarna svona farið yfir þetta í þessari fundargerð. Nú þá bara, ef það ekki fleiri sem vilja... Já. Fyrst ég kom með röddina, þá verður ég að þannig. Ég fór á þennan kynningafund upp í Reykjadal og ég áttaði mig ekki á því í fundarboðinu að þetta væri svona vinnufundur. Ég hefði alveg, og ég heyrði á fleirum að sko fólk hefði gjarnan vilja fá bara vita fyrirfram. Það voru fleiri sem kom að inn og ég held þeir væri að koma að hlusta á kynningu en vissi ekki þeir væri að fara að leggja fram vinnu. Og ef fólk hefði vitað það áður að það hefði gert ákveðna forvinnu, sérstaklega fyrirtækin, til þess að geta lagt sitt af mörkum fyrirfram. Takk fyrir þetta, Alda, og bara mjög fín ábending og bara einmitt, það er bara að hugsa það hvernig svona er kynnt og bara mér langar samt að koma á framfæri þakklæti til allra sem að hafa lagt sitt lóð á vogarskálarnar í þessum efnum af því að það er, já, það er allavega mín skoðun að það sé, við fáum meiri dýpt í stefnuna með að fá fleiri að henni og þetta verður þetta svona raunverulega, já, það verður þetta fullmótaðara plagg og þannig að við það verður gaman þegar að þetta verður allt saman tilbúið. En fleiri sem vilja tjá sig fundargerð atvinnumálanefndar. Nú ef svo er ekki þá bara legg ég til, eða bara þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3. Samþykkt stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar fyrri umræða. Hérna erum við að leggja fram, já, til fyrri umræðu þessar samþykktir bæjarins. Og þessi endurskoðun hefur verið bara til þess að endurnýja og samræma samþykktirnar í takt við nýja löggjöf. Þetta samt í grunninn frá 2013 og það hafa verið gerðar nokkrar breytingar svona í gegnum tíðina. En nú var algjör heildarúttekt á samþykktunum. Og það er búið að kynna þetta fyrir, við fengum kynningu á þessu frá öll bæjarstjórnin. Og nú er þetta lagt til fyrri umræðu og bara mjög gott að fá ábendingar og ykkar sýn á þetta. Þannig ég bara, ykkar allra, ég kem orðið laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, Þorsteinn, takk fyrir þetta. Á húsinu. Það þarna í lið hlutverk bæjarstjórnar í lið nr. 5 og liður þar. Finnst það eiginlega, ég veit ekki, ég spyr bara, þarf þetta að vera inn í lagana vegna eða er þetta eitthvað sem við getum sleppt af því þetta á ekki við Hveragerði? Þetta liður 12, það móta stefnu fyrir komandi ár og næstu 3 ár og eftir það þjónustustig sem sveitarfélagið hyggst halda upp í byggðum og byggðarlögum fjarri stærstu byggðakjörnum viðkomandi sveitarfélag. Mér finnst þetta bara að vera copy-paste og lögum af því bara allir þurfa að vera á þarna. En þetta líka að segja að við verðum að fara í þessa vinnu. Þannig að ég bara legg til að þetta verði bara haft með ef við komumst með. Svo þarna í lið 8. greininni bæjarstjórn Hveragerðisbæjar heldur reglulega fundi bæjarstjórnar og bæjarskrifstofu Hveragerðis að jafnaði 2. þriðjudag í mánuði kl. 17. Og við vorum svona veltaði fyrir okkur að hvort þetta ætti ekki bara að vera opið, það ætti bara að segja í þessu að bæjarstjórn ákveði fundartíma bæjarstjórnar í upphafi kjörtímabils. Af því annars þarf alltaf að vera að breyta samþykktunum í hvers skipti til þess að ef að menn vilja breyta þessu eftir nýju kjörtímabili eða eitthvað. Þetta var nú takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þetta er bara mjög fínar ábendingar og mér finnst bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta bara frá öllum hliðum málsins af því að þetta er eitthvað sem við erum að reyna að horfa til framtíðar með en þetta á þetta líka að vera lifandi skjal. Við punktum þetta hjá okkur og tökum samtalið þetta milli umræðna
Eru fleira sem að þið viljið benda á? Orðið laust. Þessar ágætu samþykktir bæjarins. Nú, ef svo ekki, þá legg ég til að við vísum þessum samþykktum stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar til síðar umræðu. Þeir sem samþykkja það ekki ummerki. Það samþykkt samhljóða. Þá komin að fjórða og síðasta liðnum í dagskrá þessa fundar. Það samþykkt meðhöndlun úrgangs fyrri umræða og hér einmitt álíka kannski plaggaræða eða sem sagt af því tilliti til að hér einmitt verið að uppfæra í takt við nýja löggjöf og samræma allt þess varðandi úrgangs. Hérna verið að tala það, lágmarka úrgangsmagn sem fer til förgunar og setja þetta allt í takt við einmitt nýja löggjöf. Ég kannski fæ Geir bæjarstjóra til að fylgja þessu máli aðeins eftir, fara yfir þá tímalínu sem búið að teikna upp í þessum málum. Hér svo Geir. Forseti, já eins og kannski allir vita að þá þurfa samþykktir að fara í 2 umræður og við erum að fara núna með þetta í fyrri umræðuna. Starfsfólk bæjarins hefur verið að vinna því að gera þessar breytingar sem er bara lögum samkvæmt þarf að gera. Hvað verðskrána varðar þá getum við ekki breytt henni fyrir næsta áramót. En við erum að leggja af þessa vegferð og ég myndi segja við séum komin á veg með það, en einhvað síður þarna pólitískar spurningar í plagginu sem að pólitíkin þarf að svara og ykkar að fara yfir fyrir seinni umræðu. Hvað framkvæmdina sjálfa varðar þá er hugmyndin svo að eftir þetta plagg liggur fyrir og ljóst hvaða leið að fara, að vinna út frá því og síðan verði farið í það að innleiða þetta til bæjarbúa í ágúst. Kynning mun eiga sér stað, við erum að búa til það ásamt gámafélaginu, hvernig best að standa að því. Það er uppi ákveðnar hugmyndir hvort við gætum nýtt íþróttafélagið Hamar okkur til aðstoðar, þannig að þeir myndu hugsanlega fá styrkveitingu í staðinn á móti. Því að öðrum kosti þá þyrftum við að kaupa okkur aðkeypta þjónustu, hugsanlega frá gámafélaginu, sem að kosta sinn og þess vegna kannski væri bara slátt þar fyrir einu höggi með því að koma þessi framkvæmd og styrkja Hamar í liðinni. Þegar rætti formann Hamars þetta. Hann tók vel í hugmyndina og spurningar allt útfærslu hvernig best að gera þetta, en þetta er myndi ég segja ágætisverkefni, stórt verkefni. Við þurfum að samklæða þessu merkjartönnur og það auðvitað eiga sér stað ákveðin breyting, ekki bara hjá okkur, þetta almennt í þjóðfélaginu, á sorphirðum málum. En ég held að þetta sé jákvætt skref sem verið að taka, þetta fyrsta skref held ég. Og kannski þau upp að staðið innan einhvers tíma, þá kannski tekst okkur að gera þetta þannig Garði að það verður raunverulega að borga fyrir það sem þú losar þig við. En ég myndi til að þetta væri á góðu róli og síðan eins og ég segi framkvæmdin í ágúst næstkomandi. Takk fyrir þetta Geir og nú er bara orðið laust þessar samþykktir. Eyþór og svo Snorra. Og svo Forseti, aðeins að kasta milli frá hvort okkar, það eitthvað viðurlög, ég finn ekki fljótt ræðina. Ég var að spyrja hver tekur þá ákvörðun viðurlög ef þeim á að beita þeim. Eitthvað í þessu? Þetta er 7. grein hérna. Já, 7. grein. Þetta hérna. Þeir eru rosalega gegn skildum með heim. Já. Þetta er allan í 7. greininni. Brjóti húsráðandi gegn framangreindum skilyrðum er heimilt að synja losun íláta þar til bætt hefur verið úr. Ég er aðeins að bara velta því upp og hvort að við þurfum að gæta meðalhófs og allt þetta En svo er rekstraraðila það er í 7. grein lokin, rekstraraðili einnig heimilt að skila rekstrarúrgangi til söfnunarstöðvar gegn gjaldi. Það snertir reyndar, þarf að skoða betur í bara hvað er kannski aðeins verið að pæla þar. Já, ég veit að það sé það var þarna með tunnurnar reyndar orðalagið. Upptalning á tunnum í grunneiningum í skilgreiningunum. Bara spá í einhvern veginn hvernig þetta er orðað. Það er samsetning 4 íláta
græn tunna, brún tunna, grá tunna og fjórða tunnan og svo innan sviga plast. Bara aðeins svona fegurðarsjónarmið hvort að það sé hægt að orða þetta einhvern veginn aðeins betur. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Bara mjög fínar ábendingar. Sandra, svona, nei, hjá Sandra, fyrst. Forseti. Já, ég held að sé að það bíða allir, held ég að mjög margir spenntir eftir að þessar breytingar eigi sér stað og við innleiðum þetta nýja sorpkerfi. Og eins og hefur komið inn áðan að fá Hamar með okkur í leið að dreifa 9 tunnunum til bæjarbúa og það verður svo sem þannig hátturinn á því að allir íbúar fái þá þessa 4. tunnu til sín. En eins og kemur fram í þessum samþykktum að þá geta íbúar óskað eftir að skila þá í rauninni 2 tunnum og fá þá tvískipta tunnu í staðinn. Það kemur ef til vill þá aukinn kostnaður vegna þessa. En af því að það hefur verið svolítið umræða það að fólk búið að byggja tunnuskýli fyrir 3 tunnur og það verði svona raska bæta þeirri 4. við en mér langar bara svona aðeins að koma inn á það engar áhyggjur að þó að 4. tunnan fari í hús til allra þá hægt að óska sérstaklega eftir því að skipta og fá þá að hafa bara 3 tunnur. Þannig að en já, ég sammála það þarf orðalagi þarna eins og Eyþór kom inn áðan bara þetta náttúrulega bara drögin sem eru og við þurfum svona bara í sameiningu að lesa þetta vel yfir og samræma og það allt saman þannig að þetta sé svona það leikur engin vafi það á hvað við sé verið að tala um og meina í þessum efnum. Þannig að já, takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Nú orðið áfram laust þennan lið. Já. Forseti, já, þetta eru heilmiklar breytingar til góðs að við ætlum að flokka enn betur. Ég velti samt fyrir mér hvort það væri ekki bara hægt að bjóða bæjarbúum upp á að skrá sig ef þeir vilja á sameiginlega tunnu fyrirfram, hvort að það þurfa að dreifa þeim ef að það sé kannski bara stór hluti bæjarbúa sem ætla bara að hafa 3. Hvort að það væri ekki bara hagræðing í því. Og þá kannski að leggja meira áherslu á kynningu á grenndarstofunum. Þannig að fólk gerir sig grein fyrir hvað það er að fara þangað og hvar það séu nákvæmlega. Já, það er mjög góðar ábendingar. Það er gott að setja þetta allt saman inn í þetta skjal. Meðvirkjumsverk. Eyþór var að spyrja viðurlagakaflann í þessum regludögum og þar er vísað í annars vegar lögum hollustætti og mengunarvarnir og hins vegar lögum meðhöndlun úrgangs. Það er kannski ekki rétt að sagnfræðingur standi hér uppi og sé það hjá þessi lagákvæði en í lögum hollustætti og mengunarvarnir, það er þetta í 67. grein, þar sem það er fjallað um stjórnvaldssektir. Þar kemur fram að Umhverfisstofnun getur lagt stjórnvaldssektir á einstaklinga lögaðila sem brýtur gegn ákvæðunum, svo að það er talið upp. Og í lögum meðhöndlun úrgangs, þar kemur fram að það getur varað sektum ef að broti gegn ákvæðum laga. En ég sé ekki að það komi fram þar hver það er sem að leggur á eða hvernig það málsmeðferðin en þetta er kannski eitthvað sem við getum aflað á milli umræða, aflað upplýsingar á milli umræða. Já, það er Umhverfisstofnun líka. Umhverfisstofnun er heimilt að kæra brot á lögum þessum og reglugerðum sem settar á grundvelli þeirra lögum. Það sýnist að vera þannig en ég held að sé samt alveg tilefni til þess að
fá þetta alveg á hreint. Takk fyrir þetta, Njörður. Svo er það náttúrulega bara það sem í framhaldinu gerist er að kynna þetta vel fyrir bæjarbúum. Ég held að það sé einn af þeim þáttum sem er mikilvægur. Já, ég held að. Þetta er ágættis skýringar á þessu, en það er spurning hvort þarf þá bara nokkuð að vera inni í þetta og skoða það á milli umræðna. Af því það er þá sko, af því það stendur þá í okkar samþykktum eða að það sé heimilt að synja los bílóta. Við erum í rauninni ekki eftirfylgni aðilinn eða kæru aðilinn, en kannski sko er samt rétt að hafa þetta inni, ég veit ekki alveg til þess að við getum hjálpað Umhverfisstofnun að fylgja eftir brotum. Nei, bara svona vangaveltur. Takk fyrir þetta, Eyþór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nú, ef svo er ekki, þá er lagt til að við samþykkjum að vísa þessum samþykktum meðhöndlun úrgangs til síðari umræðu. Þeir sem samþykkja það ekki mikið. Það er samþykkt samhljóða. Þá er þeir bara að þakka þeir sem heima sáttu og hlýddu á fundinn, og ég þakka ykkur kærlega fyrir fundinn, góðan fund, og Ragnheiði og Geir og starfsfólki sem undirbjó fundinn kærlega, og ég þakka fyrir mig. Þá slítum við útsendingu og lesum.